Þú getur eignast þitt eigið heimili. Það ekki auðvelt og það tekur tíma, en þú getur það. Við ætlum að setja okkur markmið, búa til plan, kaupa íbúð, velja okkur lán og gera allt hitt. Fyrsta skrefið að setja sér markmið. Hversu dýra íbúð ætla ég að kaupa? Stóri þröskuldurinn fyrir flesta að eiga fyrir útborgun. Bankar lána fyrir alltaf 90% af kaupverði á fyrstu íbúð. Útborgunin þarf því að lágmarki að vera 10%. Því dýrari sem íbúðin því hærri útborgunin. Og útborgunin, það markmiðið okkar. Til að safna nokkrum milljónum verður maður að gera áætlun. Besta leiðin að leggja fyrir í hverju mánuði og í alvörunni gera það alltaf. Ákveða föst upphæða launum, kannski 50 eða 100.000 krónur, fari beint inn á sparnaðarreikning. Þú þarft að ávaxta sparnaðinn eins vel og hægt Munurinn á 2, 3, 4 eða 5% vöxtum verður mjög mikill með tímanum. Þú ætlar að fá þér góðan sparnaðarreikning. Sumir bundnir og þá með hærri ávöxtun sem henta betur fyrir planið okkar. Hjá Arion til dæmis sérstakur íbúðasparnaður fyrir fólk sem að spara fyrir íbúð. Það reikningur sem alltaf með góða vexti. Þú getur líka keypt í sjóðum. Sjóðir geta til langs tíma gefið betri ávöxtun en það eru meiri sveiflur og það ekkert öruggt. Vertu með viðbótarlífeyrissparnað. Hann skattfrjáls, alltaf 4% af launum og þú fær mótframlag frá vinnuveitanda. Þennan sparnað getur þú notað í útborgun við fyrstu kaup á íbúð. Aukatekjur skipta máli. Því meira sem þú tilbúin að leggja á þig, því fyrr getur þú náð markmiðinu. Þú getur því tekið að þér aukavinnu eða verkefni, því það hjálpar allt. Ákveða hvað mikilvægast. Ef þig langar að eignast íbúðina, þá þarf tenni að bíða, þá þarf nýi bíllinn að bíða. Þú setur peninginn í þetta. Venja sig á að spara 1000 kalla. Kaffibolli kostar 1000 kall, en kaffiboll á dag í mánuð kostar 30.000 kall. Ekki vera með dýrar skuldir, engin smálán og enga yfirdrætti. Til þess að fá lán þarftu að fara í gegnum greiðslumat. Það ekki nóg að eiga fyrir útborgun. Þú þarft líka að geta borgað af láninu. Greiðslumatið til að meta hversu háar afborganir þú ræður við og leið hversu hátt lán þú getur tekið. Ef þú ert að kaupa íbúð með öðrum, til dæmis maka, þá getið þið gert 1 greiðslumat saman. Greiðslumat gildir í 6 mánuði. Það hægt að gera það á vefsíðu bankans en það kostar. Því bankinn þarf að sækja gögn og borga fyrir þau. Þegar þú ert með greiðslumat getur þú valið þér íbúð og þú þarft að skoða ótal margar hluti sem skipta máli. En okkur langar helst að minnast á tvennt. Staðsetning hefur mikil áhrif á verð, en hversu mikilvæg staðsetning fyrir þig? Kannski getur þú búið í hverfi þar sem fasteignaverðið lægra. Kannski getur þú búið mjög nálægt vinnu og því sparaði 1 stykki bíl. Ástand. Stundum þegar fasteignir lúnar og líta ekki vel út þetta að gera algjört kraftaverk með vinnu og málingu. En stundum slæmt ástand bara risastór reikningur sem bíður þín. Eldhús og bað í lélegu ástandi til dæmis dýrar framkvæmdir. Það því gott að fá eitthvað með sér til að skoða, til dæmis iðnaðarmann. Þegar þú finnur eignina sem þig langar í og getur keypt, þá gerir þú tilboð og vonandi verður hún þitt nýja heimili. Og þá þarftu að velja lán. Á Íslandi 2 konar íbúðalán, verðtryggð og óverðtryggð, og ástæðan fyrir því verðbólga. Fyrst verðtryggð lán. Tökum dæmi. Tökum lán upp á 50 milljónir, en það verðbólga. Og í verðbólgu minnkar verðmæti peninga. Ef það 5% verðbólga, þá minnkar verðmæti þessara 50 milljóna næstu því 2,5 milljón á fyrsta árinu. Verðtryggt lán hækkar með verðbólgunni. Í 5% verðbólgu hækkar verðtryggingin lánið 5%. Og á sama tíma hefur íbúðin þín líka hækkað í verði með verðbólgunni. Þetta verðtryggingin. Trygging fyrir því að lánið fylgi verðbólgunni. Verðtrygging bætist ofan á lánið á hverjum degi. Það kallast verðbætur. Síðan borgar vexti af láninu sjálfu. Óverðtryggð lán. Óverðtryggð lán ekki verðtryggð, en á móti vextirnir hærri. Vextirnir af óverðtryggðu láni oftast sambærilegir við vexti og verðtryggingu af verðtryggðu láni. Og hvort nú betra fyrir þig? Það kostir og gallar. Verðtryggð lán léttari til að byrja með,
því greiðslubyrðin þar sem þú borgar í hverju mánuði er lægri. Með óverðtryggt lán greiðir þú höfuðstólinn hraðar niður, þú eignast íbúðina hraðar og greiðslubyrðin verður auðveldari þegar á líður. Svo geturðu tekið blandalán sem er verðtryggt að hluta og hefur greiðslubyrði þarna á milli. Tvenns konar vextir. Lán eru stundum með föstum vöxtum og stundum með breytilegum vöxtum. Breytilegi vextir þýðir að bankinn getur breytt vöxtum á lániðinu. Það gerist til dæmis þegar Seðlabankinn hækkar eða lækkar stýrivexti. Fastir vextir þýðir svo að vextirnir breytast ekki. Stundum eru vextir fastir í einhvern ákveðin tíma, oft 3 ár, en verða svo breytilegir. Tvenns konar greiðslur. Þú getur verið með jafnar greiðslur eða jafnar afborganir sem hljómar eins og nákvæmlega sami hluturinn, en er það alls ekki. Jafnar afborganir þýðir það að þú ert að borga jafn mikið af höfuðstólnum í hverju mánuði. Svo bætast vextir ofan á. Vextirnir eru hærri fyrst þar sem höfuðstóllinn er hærri. Þannig lán eru því með hærri greiðslur fyrst. Jafnar greiðslur þýðir að búið er að jafna þetta út yfir allan lánstímann. Það þýðir að þú greiðir sömu upphæð í hverju mánuði. Við erum búin að spara fyrir útborgun, við erum búin að kaupa íbúð, taka lán, en við erum ekki alveg búin. Það þarf að borga láninu með vöxtum og kannski verðbótum. Og þó það sé frábært að eignast íbúð, þá kostar það líka að eiga íbúð. Það eru tryggingar. Brunatryggingaskylda, húseigendatrygging og innbústrygging eru skynsamlegar. Það er rafmagn og hiti og það er líklega hússjóður fyrir viðhald á húsnæðinu og þrif á sameign. Það eru fasteignagjöld, skattur sem allir sem eiga fasteign þurfa að borga. Og svo er það föt og matur og allt hitt sem fólk þarf til að lifa. Þetta eru föst útgjöld sem þú ert að standa skil á í hverju mánuði. En þú ert búin að safna fyrir útborgun, þú getur gert þetta líka.